Komið sæl, við höldum áfram við bræðinir, ég og Sigurður Magnús og Gunnar Smári. Til okkar komnir Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður Leigjendasamtakanna og Ragnar Þór Ingólfsson formaður fjárlaganefndar Alþingis. Verið velkomnir. Takk. Smári. Ja, húsnæðismálin, vextina. Húsnæðismálin hafa alltaf verið í umræðu hérna við þetta borð. En kom nú skýrsla húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í vikunni sem að einhver leyti dró fram eins og hefur verið gert svolítið undanförnum. Þessar skýrslu vera svona skýrari eftir því sem að tími líður og það er svo sé smá annar tónn hjá þeim sem að draga svolítið fram að sko húsnæðisstefnan hvað hún er brotin. Já. Eitt sem kom meðal fram að húsaleiga hefur hækkað 11% síðustu 12 mánuðum og við erum ofta að tala 4% verðbólgu. Og það var náttúrulega raunveruleiki þeirra sem er á lágum tekjum og leigja og kannski 2/3 af laununum fara í húsaleigu og þeir búa við allt annað verðbólgustig heldur en annað fólk. Og kaupmáttur þeirra náttúrulega jæst hraðar upp. Og við vissum fyrir að húsaleiga er það sem að helst grefur undan kjörum lágtekjufólks, láglaunafólks og öryrkja og stúdenta og þeirra sem eru bundin inn á leigumarkaðnum eins og kom fram í umræðinu hérna okkar áðan að ef þú ert bundin inn á leigumarkaði þá sleppir ekki út því að þó að þú verðir 300-400 krónum á mánuði í húsaleigu að þá metur Seðlabankinn það að þú hafir ekki efni á að kaupa og þú hefur kannski efni á að standa undir afborgunum á 220.000 en samt ertu dæmdu til þess að vera þann úti og við höfum nú verið að ræða þetta árum saman og það voru frumvarp sem átti að bæta eilítið stöðu leigjenda sem að dagaði upp í á þinginu. Það kom líka fram hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun nokkuð sem hefur verið bent á áður að hækkun húsnæðisbóta sem voru tengdar síðustu kjarasamningum að þau renna í vasann á leigusölum en bæta raunverulega ekki til lengri tíma og eiginlega til mjög skamstíma því það er ekki nema bara 1,5 ár sem samningarnir voru gerðir en það er uppurðið núna það sem var samið að allar hækkanir til húsaleigu sem áttu að bæta stöðu leigjenda og þá kannski þú svona gera þeim bæta líka það sem hafði gerst áður það er allt farið og staða þeirra er svo sama á eftir og húsaleigan heldur áfram að hækka 11% á ári og þannig að það mér finnst svona einhver leyti hafa komið fram svona síðustu vikum og svo er náttúrulega verið að tala að það er ekki verið að framleiða íbúðir og það er íbúðir sem eru að framleiða íbúðir sem enginn hefur áhuga á og það eru svo dýrar að enginn hefur efni á að kaupa nema fjárfestar eins og kom fram hérna hjá Guðmundi Halldórsson sem býr í svona þéttingarreit að hann segir að í kringu sig séu meira minna íbúðunar auðar. Því að einu sem að hafa efni á að kaupa eru þeir sem er að eiga bara nóga peningum og eru að kaupa þetta til þess að geyma og geta selt seinna. Þetta er bara svo hverjandi fjárfesting og þeir hafa ekki eins og fyrir því að leigja þetta sko. Þurfi ekki á því að halda sumir. Þess vegna stendur þetta bara aukt. Og Inga Sæland, félagsmálaráðherra, hún kom fram í gær eða ekki. Var að tala að það veri ljóst að þessi þéttingarstefna hefði ekki gengið, það er svona verið að tala gegn henni en kannski er þetta mál miklu alvarlegra en hún talaði líka að þetta sem ég var nefna áður með greiðslumatið að óréttlæti sem er á baku það en við erum svo verið að benda á það síðan að þessi stöð opnaði og lukku fyrir þann tíma að þetta meikar enga sens eins og sagt er að ef ég á að borga 400 skall á mánuði að Seðlabankinn meti það að ég get ekki borga 200.000 og hún var að benda á það, en þetta er ekki á valdi ríkisstjórnarinnar. Við erum með sjálfstæðan Seðlabanka sem ákveður þetta sjálfur. Hann getur bara ákveðið það hann vill, ekki nema að ríkisstjórnin vilji bara reka yfirstjórn Seðlabankans og ráða nýtt fólk sem er með aðra stefnu. Þetta var svona inngangurinn sem ég með langaði til þess að fá þá til þess að leggja út frá. Guðmundur Hrafn hefur verið að berjast fyrir hagsmunum leigjenda og Ragnar Þór hefur verið þegar hann var í verkefnishreyfingunni var mikið að leggja áherslu á að húsnæðismálin var eitt af höfuðverkefnum verkefnishreyfingarinnar og náði svona einhverjum árangri, líklega ekki þeim sem hann ætlaði sér. En núna hann stýrir svona einhverjum húsnæðishóp á vegum ríkisstjórnarinnar sem er að reyna að leita einhverjum lausnum, að reyna að búa til nýja
húsnæðisstefnu vonandi. Það var eitt af því sem kom fram í skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Ef það er horft yfir langa tíma hlutfall húsnæðisverð og launa, þá kemur í ljós að húsnæðiskerfið, af því þau voru að segja bæði Lára og Guðmundur, það hafi alltaf verið erfitt og húsnæðiskerfið hafi alltaf verið slæmt. Það er bara ekki þannig, sko. Það var alvarlega slæmt upp úr 2004 og er það ennþá. Og það er þetta er svona vísitala sem var í 70 meðaltali fyrir þann tíma á tímum Jóhönnu og fleira, það sem að Guðmundur slapp inn á húsnæðismarkaðinn. En núna er þetta slá upp í 105 og 110, þannig að það verður 60% erfiðara fyrir launafólk að eignast húsnæði á Íslandi heldur var áður en að lánin voru markaðsvætt, félagslega húsnæðiskerfið barið niður og eyðilagt, og þetta húsnæðiskerfi sem við lifað við síðan, og enginn hefur haft raunverulega almennilegan kjark til þess að breyta einhverju grundvallaratriðum. Var eiginlega sett á laggirnar í ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins 2004, sem ofta vitnaði í 90% lánin. Það var meira sem gerðist þar. Það var markaðsvæðing húsnæðislánana, það sem innrásbankana inn á lánamarkaðin og fleira sem að bjóð til þetta kerfi sem við erum með núna, sem leiði til þess að bara eina allra ríkustu hafa efni á að kaupa, og það er alltaf færri og færri svona venjulega fjölskyldur sem hafa efni á að komast að kaupa þak yfir höfuðið. Þetta er nú svona það sem ég ætla að þetta er bara mjög vel rammað inn hjá þér. Þetta er nákvæmlega svona sem þetta hefur gert. Þetta byrjaði þarna upp á 2004 og síðan hefur húsnæðismarkaðurinn á Íslandum bara hrakað allverulega, og hann sagði nú bara nýlega í viðtali Wolfgang Mixa hagfræðingur að leigjendur búa eiginlega við svona sömu stöðu og 2011. Þannig að leigjendur eru fastir í eftirhrunsárunum, og meðan hinn hluti samfélagsins hefur verið að þokast í áttina frá þessum erfiðleikum sem að dundu yfir samfélagið. Leigjendur búa ennþá þarna árið 2011. Þannig að við getum rétt ímynd okkur bara hvað þetta er íþyngjandi fyrir leigjendur að búa við þessa stöðu syngt og heilagt og í svona langa tíma. Þetta er rétt eins og Smári sagði að húsaleiga er búin að vera að hækka þetta 10, 11, 12% á hverju einasta ári, núna undanfarin ár, og meðan verðbólga hefur jafnvel verið að draga saman. Þannig að leigjendur upplifa það að húsaleiga hækkar stanslaust, og ég var nú bara að kíkja á þetta núna í morgun í tengslu við viðtali bara hvernig staðan er á þeim svona miðlum sem eru að auglýsa íbúð til útleigu. Þar er meðalverð á svona 80-90 fermetra íbúð hérna á höfuðborgarsvæðinu í kringu svona 370.000. 370 til 380.000. Það er mjög algengt að sjá íbúður koma vel á 500.000. Þannig að fyrir fyrir almenning sem ekki býr við þessa aðstæður og er ekki að athuga með þetta reglulega, og er gott bara til að minna á fólk á að þeir fasteignaeigendur sem eru kannski að borga 300 til 350 í húsnæðislán og finnst það erfitt, að þá eru leigjendur sem oft eru tekjulegri að borga 100.000 krónar kannski 100.000 krónar meira í húsaleigu fyrir sömu stærð eignum. Þannig að þetta er staða leigjenda hefur bara aldrei verið eins slæm, og þrátt fyrir alla þá baráttu sem að leigjendasamtökin héldu hérna uppi 30 ára skeið, alveg þangað til í fyrra haust, og þau bæði lognuðust aðeins út af þessu máttleysi sem að fylgdi því að geti ekki verið með fólk á launum og fólk gæti ekki sinnt þessu fullu starfi, að staða leigjenda hefur bara aldrei verið eins slæm. Og stundum hefur maður á tilfinningu að þetta hafa bara verið markmið allan tíman, að það er að búa til öreiga stétt sem er bara svona hæfilega stór, 30% af almenningi, sem að hinir hvíla svona betur sett fólk getur grætt á. Já, bara svona hvíla sæmilega ofan á þessu 30% mengi. Og En spyrjum Ragnar, er ekkert ljós vöndagangana hjá þessu fólki? Það er allavega margt að gera og bara nota tækifæri að þakka Guðmundi fyrir hans ótrúlega flottu baráttu gegnum árin, og við höfum auðvitað unnið náið saman í gegnum árin þegar ég var í Verko og hann í leigjendasamtökunum, og bara
hefur á mínu viti vakið verðskuldaða athygli á þessum mikilvæga málaflokki og Gunnar Smári fór ágætlega yfir þetta í svona inngangi varðandi stöðuna en við höfum öll tæki og tól til þess að laga þetta og gera þetta betra. Það nóg til að fjármunum til þess að kosta uppbyggingu, það nóg til að byggingalandi, við höfum þekkinguna, við erum búin að koma af stað húsnæðisfélögum, bæði Bjargi, Blæ og fleiri félögum sem að geta tryggt í sjálfu sér bæði hagkvæmni og hún skilir sér síðan til þeirra sem annarkvort kaupa eða leigja. Þannig að ég get alveg tekið undir þessi sjónarmið að það margt sem bendir til þess að þessi skortstaða á húsnæðismarkaði, bara þessi stað almennt bæði hjá fólki á leigumarkaði hafi verið bara vísvitandi búin til. Það bara eiginlega allt sem bendir til þess. Það sem verra að henni hefur verið viðhaldið síðan kerfisbundið og lítið einhvern veginn gengið að koma hlutunum áfram. Við til dæmis reyndum að koma frumvarp í gegn núna í vor sem að takmarkar aðgengi ferðamanna bara að íbúðum eða hefði þá í för með sér jákvæðasrófum hvað var að leigumarkaðin bara út á takmörkun á skammtímaleigu til ferðamanna. Frumvarp sem að varðandi skráningu leigusamninga og síðan bara fleiri mál sem við erum að vinna í en við munum fara í það að kynna ákveðnar aðgerðir núna strax í haust hvaða áherslatriði verða og hvaða forgangsröðun en svo þetta auðvitað samspil líka, ég meina sveitarfélögin bera líka ábyrgð þau hafa ekki, flest hver ekki uppfyllt sinn þátt í húsnæðisstefnu þar sem á að tryggja allt 35% íbúða séu á viðráðanlegu verði eða þá hluta til óhagnardrifina félagi eins og Bjargs og Blæ og eins og Guðmundur fór hérna ágætlega yfir áðan að fjara herbergíbúð hérna á höfuðborgarsvæðinu er komin á 1500.000. Þú sagðir áðan að það er til peningar, það er til þekking, það er til lóðir en fólki sem heyrir þetta það er til byggingaland. Það er ekki tilbúna byggingar það vantar ekki spýt og það vantar ekki sög það vantar bara viljan til þess að byggja og þá spyr maður sig ónættilega að af hverju gengur þetta svona óbáslega hægt og illa og þetta auðvitað margþætt ég hef stundum sagt þegar verið að kenna vaxtastíginum sem náttúrulega hjálpar ekki að ég fór nú fyrir formennsku í Bjargíbúðafélagi og komað að þeirri uppbyggingu frá upphafi. Þar er meðalega, minni mig hafa verið í fyrra, eitthvað 180.000 á mánuði, meðalega, og við erum með 2, 3 og 4 herbergíbúðir og ágætt að benda á það, svona miðað við það sem kom fram hjá Guðmundi áðan að hér sé fólk að borga á 1500.000 í leigu á höfuðborgarsvæðinu fyrir 4 herbergíbúðir og þetta er allt nýjar íbúðir. Við erum að framkvæma og byggja þá að vaxtastig sé hátt, það er ekki að stoppa okkur, það er fyrst og fremst byggingar hafa lóðir. Eitt vandinn er auðvitað sá að sveitafélögin, bara Kópavog og Garðabæ og fleiri sveitafélög og auðvitað ber borgin ábyrgð líka að það er ekki verið að skaffa byggingar hafa lóðir til hagkvæmrar uppbyggingar, hvort sem að það sittir kaups eða leigu. Og það er það er grundvallar vandinn í þessu. Sveitarfélögin tíma raunverulega ekki að setja góða lóðir í þetta ferli. Ég held að sé, ef ég má grípa þetta, ég held að sé ekki, það tímaði ekki.
Það eins og þannig, það búið eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík þéttingastefna þar sem að sko lagði áherslu á að byggja á þéttingareitun sem flestir eru í einkaeigu braskara sem kannski búin að selja þetta er búin að fara kannski ganga á kaupum og sölum 3, 4, 5 sinnum og búin að hækka kannski 2-falt og jafnvel 5-falt í hvert skipti. Þarna megin áherslan á uppbygginguna í Reykjavík sem að þessi stóri flöskuháls og þetta er náttúrulega sko, þetta er galin stefna þegar hún tekur við af 5-6 ára tímabili stöðnunar eftir hrunið. Eftir 5 eða 6 ára eftir hrunið varla verið að byggja íbúðir hérna í Reykjavík. Það var á einu árinu 43 íbúðir sem kom inn á markaðinn, nýjar. Og svo tekur þessi stefna við sem er skortstefna sem að hægir á uppbyggingu og gerir alla uppbyggingu miklu dýrari og færri íbúðir. Og þetta er náttúrulega sko, þetta er svo galið, þetta er alveg vitað. Þeir voru að tala þetta kennararnir í háskólanum árið 2015 og 16 sem voru í viðskiptafræði og hagfræði. Þetta var fyrirséð, þetta var algjörlega fyrirséð hvað maður myndi gera og þau hvöttu nemendur sína að það var einhvern tíma tækifæri til þess að festa sér og græða húsnæði, þá var það núna. Það var að safna eins mörgum íbúðum sem það gætu. Vegna þess að þetta var fyrirséð að það skipulag sem borgin er að kynna myndi auka til aukin skorts á húsnæði sem myndi hækka húsnæði öllu valdi og fólk nær tökum þá bæði á leigumarkaðnum og þetta var, eins og segja, þetta er bara svo fyrirséð og ég er svo sammála þessu sem Ragnar að segja vegna þess að það eru nokkur 100 mann sem hafa það fullu starfi allt árið umkring að sinna skipulagi og stefnum í húsnæðismálum. Þannig að þetta kemur engum á óvart. Það verður að láta okkur halda það að þetta sé allt saman á réttri leið. Þetta er alltaf niðurleið og búin að vera stanslausir niðurleið frá hruni. Við náttúrulega sættum okkur við að ákveðnu leyti svona fram til 2015 og 16. Svo fór að birta til með innkomu ferðamanna og aukna tekjur og flesti voru á vopnin sínum. Nei, en þá er ákveðið að halda þessu lagi samfélagsins fyrir utan til þess að auðvelda þessu 70% sem ekki inn á leigumarkaði lífið. Það er rauninni verið að segja, þetta er fóðrið sem við munum byggja samfélagið á. Hérna munum vera hægt að skapa mikinn auð fyrir fáa og sveitafélag og ríkið þau spila með, þau útbú alla reglur þannig að þetta gerir fjárfestum og bröskurum bara auðvelt að sjúga blóðið og merkin úr fólkinu sem er leigumarkaði. Og það er enginn sem kemur til varnar. Það eru öll verkefni og alla lausnir til út alla Evrópu. Alls það er kringum okkur er verið að beita lausnir sem eru þaulprófaðar í áratugi, jafnvel heila öld. Og það verið að tala þess að þetta sé eitthvað konar það sé eitthvað vúdúvísindi að koma á leigubremsu eða leiguþaki eða ótímabundnum samningum og alls konar vörnum fyrir leigjendur. Þetta er náttúrulega sko, þetta nær engri átt og mér svo skrítið að vera ég er komin inn á 5. árið þessum múin að fara með sömu þuluna aftur og aftur og aftur og það er ennþá fyrirsagnir í blöðunum vikun áður ég kem til viðtal 10.000 íbúðir í uppbyggingu á næstunni. Hversu lengi á þetta að ganga svona? Þessi loforð og þetta bull og þessi hægagangur. Hvað er að reyna að framkvæmla hérna? Einhverjar hamfarir sem við höfum aldrei séð áður. Hjá fólki sem er að láta svo smyrja ríkissjóð innan með vörslusköttum að auki. Þetta er náttúrulega bara, eins og segi bara eins og krakkandi mín, ég bara geti þetta ekki. Ég get alveg tekið undir það sem Guðmundur er að segja að ég met það líka þannig að þessi staða hún áttur að versna til mikill að muna og er hún þá slæm fyrir og þetta er allt saman. Það fyrir séð á næstu bara misserum? Já. Sko, Bústaðstefna stjórnvalda er að búa til þessar hamfarir sem er verið að lýsa. Það er verður skortur og það mun grafa undan lífskjörum þeirra sem er síst skildi. Og þannig er að búa að vera undan fyrir 20 ár og það verður alltaf með meira og meira afli. Akkur ætti það breytast? Akkur ætti niðurstaðan að vera önnur? Nei, ég er ekki... Við getum bara listað upp. Sko, Seðlabankinn er auðvitað með stjórn peningamála sem er auðvitað löngu komin út í skurð og hefur stutt við þessa skortstöðu sem er á húsnæðismarkaði.
verktakarnir sem að hafa stjórnað eða verktakamarkaðurinn hefur stjórnað húsnæðismarkaðnum samhliða þessu sett inn bara nægilegt magn til þess að halda verði í hæstu hæðum, reyna að fá sem mest fyrir það sem þeir byggja. Nú ekki að seljast hjá þeim og það allt útlit fyrir að þeir muni draga sama seglin, þeir sem að liggja á byggingarlandi, lóðum eða þéttingarreitum eða hvað sem það heitir. Að það allt sem bendir til þess og það könnun sem að Samtök iðnaðarins gerðu meðal sinna félagsmanna, verktakafyrirtækjanna og niðurstaðan úr þeirri könnun var að það stefnir allt í að þeir fara að draga verulega saman seglin. Þannig að vaxtastefna Seðlabankans hefur sannarlega ef hún hefur ekki frostrekið húsnæðismarkaðinn þá stefnir í að fara í algjört frost. Þess vegna þetta mikilvægt að og ég held að ríkisstjórnin sé full meðvituð það að tími aðgerða runnin upp. Þannig þetta löngu runnin upp en það í sjálfu sér ekki í boði enn eitt árið, enn eitt kjörtímabilið að láta þennan málaflokk einhvern veginn slæta vegna þess að það bara einfaldlega bara ekki boðlegt og ég bara tek undir með félaga mér. Ég heyri alvöruna hjá okkur öllum. Ég er með aðskjótin einu. Fólki sem í mestu hrakólunum núna, það sennilega bara einhverja ára biðjabil þannig að þetta geti verið komið í skikkalegt horf. Það er ekkert í núverandi stefnu sem að bætir það. Það einhver svona samkomulag við sveitarfélögunum uppbyggingu sem að sveitarfélögin standi ekki við. Svona miðað við hraðan sem á þessu þá geti kannski hlutfall svona félagslegt húsnæðis á Íslandi verið svona á pari við það sem í nágrannanum kannski árið 2190 eða eitthvað slags. Já, við munum náðið þar. Já, þannig að það engin alvara í, hvernig aðgerðirnar eru. Og það eitt, að suminleitt þetta byggt á algjöru siðleysi. Það þannig að það kemur fátækt fólk í bankan og að freistast þess að komast út af óbærilegum leigumarkaði. Kannski ósamþykktu húsnæði iðnaði hverfi vegna þess að það getur ekki keppt við þetta húsnæði sem að Guðmundur sér auglýst upp á 400.000 krónur. Og þá segir bankinn við að þið eru að borga þarna 350 krónur en svona tölunum sem að vera með ykkar tekjur og fleira, þá standið ekki undir nema svona 220.000 krónur af borgunum á mánuði. Það ekki svo langt síðan á Íslandi var niðurstaðan þú. Þess vegna ætlum við að vísa ykkur hér inn í verkamannabústaðina, það sem niðurgreitt lán vegna þess að það stefna stjórnvalda að tryggja þeim sem eru með lágar tekjur öruggt húsnæði, af því að það bara lykilatriði til þess að halda hér upp í siðuðu samfélagi. Við erum hægt að segja þetta. Við segjum við fólkið og við treystum ykkur ekki til þess að borga 350 svona afborganir, þótt að þið séu að gera það núna, vegna þess að eftir hrun þegar bankarnir fóru, þá erum við með varnir til þess að bankarnir lendi ekki í vandræðum. Þess vegna ætlum við að taka ykkur og senda ykkur aftur út á leigumarkaðinn, þar sem að 350 krónur eitthvað verða 400 krónur mjög fljótlega vegna þess að hækkunin þar miklu meira, til þess að verja bankana. Og þið megi bara geta það sem að úti frýs þarna úti á óheftum leigumarkaði og það sem við ætlum að gera meira. Við ætlum ekki að hafa sömu vernd hjá leigjendum á almennum markaði eins og tíðkast í nágrannalöndunum. Nei, við ætlum að hafa enga vernd fyrir ykkur. Þannig að þeir sem að vilja græða á okkur geta grætt á okkur eins og þið vilja. Þeir maður hækka á okkur eins og þið vilja. Og þeir mega þannig að þið munið aldrei frjálstöðu strjúka, þið munið gera samningar sem eru skammtíma samningar upp á 13 mánuði af því að það voru sett lögum að það mætti ekki hækka með vísitölu eða það væri 12 mánuðir, þannig að þú fær alltaf 13 mánuða samninga og þú og þín fjölskylda verða að flytja milli hverfa hér árlega og börnin ykkar munið skipta skóla, þau munið ekki ná að rótfestast í neinu hverfi, þau munið ekki eiga neinn dag þar sem þeir ekki bitin að afkomu kvíða út á þessu leigumarkaði. Þetta stefnan sem við erum að reka hér vegna þess að við ætlum að venda bankana, við ætlum að venda braskarana en við ætlum ekki að venda ykkur af því þið, kannski þetta bara ykkur afmennskun, þið getur bara sjálfum ykkur kent. Þetta stefna stjórnvalda. Já, og grípa þetta sem að Smári er að segja þetta vegna þess að var þetta flutningstíðinu leigjenda. Það var verið að athuga þetta kom nú fram í nýjustu mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Tæplega helmingur leigjenda býst við þau þurfa að flytja innan árs, finna sér nýtt heimili. Út af þessu sem við erum að segja. Hugsið ykkur að
Heilmingur leigjenda býst við að þurfa að býr við yfirvofandi húsnæðismissi. 50%. Í hvaða samfélagi finnum við svona tölu? Bara hvergi nokkuð staðar. Nei. Ég veit þetta sjálfur að eigin reynslu hafa þurft að flytja, sko, ég á dóttur sem þegar hún var 5 ára gömul voru búin að búa á 4 stöðum. Og fólk sem býr í eigin húsnæði, það velur yfirleitt að flytja eða skipta húsnæði. Það milli 10 og 15% af þeir sem eiga húsnæði búast við því á næstu 1 til 3 árum munu þeir hugsanlega skipta húsnæði, en það þá af því þeir kjósa að gera það. Og vilja fara í betra húsnæði. Það algengast að leigjendur fari í verra húsnæði. Já, og leigjendur gera þetta nauðir. Þeir missa húsnæðið sitt. Þeir búa við yfirvofandi húsnæðismissi sem talin eitthvað mesta áfall sem fjölskylda verður fyrir. Við erum að tala þetta eitt mesta sálræna áfall sem fjölskylda getur orðið fyrir, það að missa heimili sitt nauðugt. Við erum að tala þetta nauðugur heimilismissir. Já, skelfilegt. 50% á næsta ári, hugsið ykkur. Það eru 44.000 heimili þarna úti. Heilmingur þeirra býr við yfirvofandi húsnæðismissi. Og það enginn að gera neitt í þessu. Það til einfalda leiðir til þess að slá þetta allt saman. Það að takmarka til þess uppkaup eigna fólks á húsnæði. Þetta mjög einfalt. Þetta gert í fjölmörgum löndum í kringum okkur. Það að setja viðmiðunarverð fyrir húsaleigu sem gert víða. Og það verður að tala leigubremsu núna. Með takmarkað veðhæfni, núna það, við verðum farið yfir að Seðlabankinn setja þessar reglur. Það var enginn vandi fyrir Seðlabankinn að setja reglur eða að kaupa aðra eign, þá er þetta borgarna 100%. Noregi til dæmis hámars til dæmis velhlutvall á eign nr. 2 30%. Það hámars velhlutvall. Þetta til þess að koma í veg fyrir það að braskari sé að skuldsetja sig upp í topp og leggja svo allan að fjármagnskostnaðinn yfir á leigjendur, sem verið að gera og hefur verið stundað núna í 10 ár. Ragnar, nú ert þú stjórnvaldið. Já, við erum við stjórn og erum við svo mikla drullu klessu. Já, en sem betur fyrir að þá nú tölur þekking og innsýn inn í þennan málaflokk til þess að átta sig á því hvað þarf og verður að gera til þess að ná utanum vandan bæði til skemmri og lengri tíma. Og núna með haustinu þá munum við koma með aðgerðir. Við sem hér sitjum vitum alveg að þú tekur ekki heila blokk eða hús bara út úr erminni. Þetta tekur tíma að koma þessu öll af stað. Sérstaklega þar sem að stór óbrotið svæði eru ekki komin mjög langt í skipulagi. Eins og við stefnum að til dæmis með Úlfarsárdalinn uppbygginguna þar. Það eru líka tækifæri með fleiri uppbyggingasvæði eins og Blikastaðalandi sem komið áleiðis. Vandinn hins vegar líka hjá sveitarfélögunum að þau hafa ekki vilja fara í að skipuleggja eða byggja ný hverfi út af miklum og háum kostnaði við innviði eins og grunnskóla, leikskóla og svo framvegis. Og alveg svo til dæmis gerist með hjúkrunarheimilin að þar var rauninni allt strand árum saman vegna kostnaða þáttöku sveitarfélagana sem að ríkisstjórnin tekur síðan ákvörðunum, við bara tökum þennan kostnað og reynum að skera eða brjóta þennan flöskuháls. Og hvað gerist? Það eru gerð samningur eftir samningur, skóflustunga eftir skóflustungu og það bara verið að byggja hér fleiri hundru hjúkrunar rými á rauninni skemmri tíma heldur en bara síðasta áratuginn. Og þetta eitt af því sem við erum að skoða, það annarkvort að búa til nauðsynlegan og nægilega mikinn hvata fyrir sveitarfélögin að fara af stað í að byggja ný hverfi, annarkvort með einhvers konar skattalögum hvata varðandi innviðuppbyggingu eða bara hreinlega ríki komi bara að þessu með beinni hætti. Þetta bara einn af mörgum flöskuhálsum sem að verður að leysa ef við ætlum að komast eitthvað áfram, annars verður þetta bara alltaf sama farið að ríkisstjórnin kemur með við væntanlega uppfærum húsnæðisstefnu stjórnvalda örugglega núna í mitt haustið þegar það verður klárt
og síðan munum bara, þú veist, svo náttúrulega verður haldið áfram að reyna að fá sveitarfélögin til þess að skuldbinda sig þeim húsnæðisáætlunum sem eru til staðar, sem eru ekkert slæmar áætlunar sem slíkar, en það er náttúrulega verið gagnslausar ef það er ekki farið eftir þeim. Og þetta myndi ég segja sé svona stóra máli núna, að það er að búa til þennan annarkvort tímabundin eða bara þennan hvata varandi þessa innviðuppbyggingu, að því að þéttingin er sko ódýrust fyrir sveitafélagið. Það er ódýrust fyrir sveitafélagið að búa til lóð þar sem að allt er til staðar, vegir og íþróttafélög og skólar og lagnir og allt slíkt, en dýrast fyrir þann sem er að byggja og framkvæma. En þetta er eitthvað sem að verður að gera og það þarf að fara í og flýta rauninni allri uppbyggingu í þessum hverfum sem að bíða þess að fara af stað. Þá er ég að horfa á Ólafsdalinn, Keldnalandið og sérstaklega líka Blikastaði þar, og þar er svolítið hektík og það eru kostnaðvinnu við uppbyggingu. Já, en sko, það er eitt í þessu vegna þess að þessi uppbygginga áform tekur 5, 10, 15 ár. Þetta er svona horisontin til þess að ná ykkur jafnvægi. Þetta tekur langan tíma, þessi verkefni eru ekki komin á teikniborðið og það er svona 2 ára til 3 ára hönnunartími og hönnunarferla á þessu, undirbúningar, skipulagi, gera lóðubyggingar, hafa gatnagerð og þess og þar, það verður að fara að byrja á að setja svona 3 eða 4 ár. Svo tekur 2 ára framkvæmdatími, það erum við að tala kannski 5, 6 ár þangað til að fyrstu svona íbúðirnar eru innflutningshæfar úr þessum verkefnum. Á meðan hafa braskarnir fullkomin tangarhald á húsnæðismarkaðnum, sanga þessu húsnæði og leigja út á okkurverði. Það er það sem við þurfum að bregðast við núna. Við getum ekki... Þetta bara viðmunaverð á húsaleigu. Þetta er mjög einfalt. Leiga hefur fengið að hækka hérna algjörlega óáreitt í 15-20 ár. Langt umfram hækkun á húsnæði, umfram hækkun á launum, sérstaklega leigjenda. Og það þarf að bregðast við þessu vegna þess að þetta er það sem er að viðhalda verðbólgunni. 50% af verðbólgunni undanfarin svona 6-7 árin er tilkomið vegna hárra húsaleigu. Þannig að þetta skaðar allt samfélagið, þetta skaðar alla sem er þarna úti. Þetta skaðar alltaf leigjendur mest vegna þess að þeir þurfa að borga fyrir hækkað húsaleigu, en almenningur allir þarf svo að borga fyrir með hærri dagvörur sem er náttúrulega miklu minna hlutfall af mánaðartekjum heldur húsaleigan, skilurðu, þannig að en þetta skaðar allt samfélagið. Kristrún Frostadóttir var að stæra sig af því að lækkun vaxta stigst 1,5% á þeim tíma sem að liðin frá því að ný ríkisstjórn tók við hafi sparað venjulegu heimilum 50.000 krónur. Þetta sparir ekki leigjendum 50.000 krónur. Lækkun vaxta hefur aldrei skilað sér til leigjenda. Nei. Þegar að vextir hafa lækkað, þá hefur húsaleiga hækkað stanslaust á meðan. Þetta gerist á árunum 2019 til 2021. Þá hækkaði húsaleiga upp úr öllu valdi meðan að vextir lækkuðu. Þannig að það er ekki þetta að segja þegar að vextir lækka þau munu hagur leigjenda vænkast, því þvert á móti, hann versnar. Það er ekki hægt að segja, ég með húsnæðismarkaðinn allan í höndunum á aðilum sem hugsa allir eins. Það er að græða sem mest á því húsnæði af þeim verkefnum sem eru að byggja. Og segja svo, heyrðu, við ætlum að viðhalda þessu ástandi, en við ætlum svo svona aðeins að dýfa tánni inn í þetta með því að setja einu og eina svona félagslega íbúð með og segja eins og Gunnar Smári nefndi hérna á 2190 eftir það bil 175 ár, eitthvað svoleiðis, þá munum við kannski vera búin að ná í raskandi á þessu. Ætlum við að lifa við það? Við getum það ekki, við verðum að beita þeim verkefnum sem til. Svo lengi, ég get fullir það. Nei, ég meina bara ætlum við að bjóða samfélaginu upp á þetta. Það er búið að vera svo mörg lofur í gegnum tíðina, slá á Airbnb vegna þess að ég veit að sjálfur að bara drastiska tillögur og aðgerðir á Airbnb-markanum munu hafa mjög jákvæð áhrif. Það búið að tala með þetta stanslaust og þetta var eitt af þess sem núverandi ríkisstjórn talaði mikið í kosningabaráttunni og eftir kosningabaráttuna. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir í Reykjavík skráður Airbnb núna heldur en minnstakosti síðustu 5-6 árin. Þetta er staðan. Húsaleiga hækkar aldrei, hefur eiginlega aldrei hækkað eins mikið eins og núna. Þrátt fyrir allt sem er búið að vera að lofa og tala um.
Það ekkert fara að breytast og það mun ekkert breytast með aukinu uppbyggingu sem mun taka 5 eða 6 ár að flytja inn í fyrstu íbúðirnar. Þetta svartnætti. Þetta algjör svartnætti og þeir sem að kaupa þetta húsnæði, það eru braskarar sem að skiptum eigendur á milli einhverja braskarar sem að leigja þetta út. Eða þá sem Gunnar Smári segir, þurfa þess ekki einu sinni. Ég átti fund með viðskiptaráði sem við tölum að þeir sem að fjárfesta í svona nýjum íbúðum, þeir þurfa bara alls ekkert að leigja þetta út. Vegna þess að hækkun á húsnæði, hún hefur verið 30-40% svona hærri heldur en hækkun á úrvalsvísitölu kaupallarinnar. Þannig að bara það að eiga steipuna miklu betur heldur en eiga hlutabréf. Þannig að það verður að beita þessum verkfærum. Það svona viðmunum verða á leigumarkaðinn, það að stöðva Airbnb braskið, það að gera þetta bara strax. Og það þýðir ekki að vera að segja við ætlum einhvern tímann að vera komið með 10.000 íbúðir upp í Úlfarsárdal hvenær og hvað þá að meðan? Áföllin sem er að verða að núti eru hræðileg. En þú þarftu þetta að hafa, þú veist, eins og ég hef alltaf horft á þetta og ég veit að við gerum í þessum framkvæmdahóp sem ég leiði varðandi húsnæðismálin, að þá þetta nokkri fasar og það alveg rétt að þú veist, það sem gerir til lengri tíma hefur sáralítil áhrif á stöðu fólks okkur í dag. Þess vegna þarf að hugsa þetta í einhverjum skrefum, bæði sem sagt hvaða verkefni við getum ráðist í núna og byrjað að undirbúa. Það þarf að hugsa húsnæðismálin til meira heldur en 5 ára og meira heldur en 10 ára. Það þarf að hugsa húsnæðismálin til 30, 40, 50 ára og svo þarf að fara í þessar bráðaðgerðir sem að ég styð 100% og meðal annars reyndum að taka fyrsta skrefi núna í vor. En því máli var einfaldlega ekki hleypt í gegn gegnum þinglokasamninga og ég reikna með að verði svona eitt af fyrstu málunum í dagskrá núna í haust ásamt auðvitað fleiri aðgerðum og það eins og þetta blasir við mér að þá eru það bráð aðgerðafasarnir. Samhliða því þá þurfum við auðvitað að hugsa hvar við ætlum að byggja. Hverjir eru bráðaaðgerðirnar? Meðal annars þrengja að skammtímaleigu. Það þarf að skoða til dæmis varðandi fjölda íbúða sem hver einstaklingur getur keypt. Nú í dag þetta þannig, ekki fylgjaði held ég skattafríðindi aðra á þriðju íbúð frekar heldur en einhverja kvaðir. Þetta þarf að fara í gegnum og sömuleiðis líka þarf bara að fara að skoða einhverja takmarkanir á þessum stjórnlausu hækkunum á húsaleigu. Og ég og Guðmundur höfum verið algjörlega sammála og samstiga í því gegnum árin. Síðan bara verður fróðlegt að sjá bara hvort það náist einhver sátt það að koma slíkum breytingum í gegnum þingi sem að hefur verið fjandanum erfiðar að hinga til og það þekki ég nú bara í vinnum minni í kringum kjarasamninga að alla breytingar hvað sem sé verðtryggingin eða einhverja takmarkanir og hækkun og húsaleigu og svo framvegis. Þetta hefur verið óvinnandi vegur að þó svo þú náður að semja það hefur hingað til verið óvinnandi vegur að fá efndir því miður. En af hverju það? Já. Byrju ráðið þessu ekki? Það verður ríkið kallir ég að tala hingað til. Já, ég meina stjórnvöld þurfa að ráða löggjöfinni. Já. En Ragnar tók þátt í að gera samninga 2017 því að þú meðal annars það að stjórnvöld myndu styrkja samtök leigjenda. Það ekki verið ennþá einn. Ekki ennþá einn. Og ég ætla aðeins að koma inn í það umræðu vegna þess að ég held að gott að almenningur átti sig á því. Það voru allir mjög ánægðir með það. Já, að leigjendur það er innheimtraðum skattar. Leigusali hann leggur 11% leigusali sem einkaaðili, hann leggur 11% ofan á húsaleiguna sem þarf að borga ríkinu í formi skatta. Fyrirtækir með 22%. Með 50% afslætti. Þannig eru leigjendur látnir smyrja ríkissjóð innan. Og ef það þannig, sem ég ekki alveg búin að fá svör við, að leigusalar geta notið kostnaða móti, þá þetta í alvörunni vörsluskattar. Og þannig verið að innheimta milljarða af leigjendum, af öllum þjóðfélagshópum, sem skatlaðir alveg sérstaklega umfram
alla aðra Hvað viltu þjóðfélagsstofnanir. að leigutekjur séu undanþegnar fjármagnstekjuskatti? Já, þá, að minnsta kosti að sko, þessir fjármunir sem að leigjendur eiga upprunn sinni í launum leigjenda, að þeir verði þá notaðir 100% í að byggja hérna upp fyrir 10-15 milljarða á hverju einasta ári, beint í húsnæðisuppbyggingu og ekkert annað. Ekki smyrja ríkisauðinnan og það er ekki hægt að kalla húsnæðisbætur einhverja bætur frá ríkinu meðan að leigjendur borga allan húsnæðisstuðningin sjálfur og meira til og svo eru leigjendarsamtökin nota bene einu almannaheilla-samtökin eða einu almannasamtök, hagsmunasamtök almennings sem fá ekki krónu frá ríkinu, ekki krónu. Samtökum Sameinuðu þjóðirnar fá tæplega 20 milljónir á ári. Veit eitthvað hvað þau gera? Og mörg fleiri svona samtök sem fá 20 milljóna ári fyrir ríkinu. En leigjendasamtökin, ekki krónu. Samt eru leigjendur að borga hugsanlega milli 10 og 15 milljarða inn í ríkissjóð. Og svo er ekki hægt að gera nokkuð hlut fyrir leigjendur. Og þá er allt gert til þess að drepa niður hagsmunabaráttu þeirra. Vistu, í hvaða dystopíu búum við eiginlega? Þetta er eins og síðan ekki lærdómur hérna bara af síðustu áratugum í okkar heimsluta að það sem hefur gert samfélaginu okkur svona heilbrigðari er öflug samtök leigjenda, öflug neytendasamtök, öflug verkalýðshreyfingi og annað slíkt. Það er horft fram hjá því. Það er horft fram hjá því að það sem að Ragnar er örugglega að glíma við er að mikill meirihluti flokka á Alþingi eru hlynnt því að markaðurinn eigi að stjórna húsnæðisuppbyggingu. Og það er þvert gegn sögunni í okkar heimsluta. Það er engin dæmi það að markaðurinn hafi leyst húsnæðisvanda kannski þess þriðjung sem hefur lægstu tekjurnar. Það er bara hefur hvergi verið skapað húsnæðisöryggi án þess inngrips ríkisins í húsnæðisuppbyggingu með beinum eða óbeinum hætti. Það sem er gott í dönsku húsnæðiskerfi var gert með lagabreitingum og bara beinum stuðningi stjórnvalda. Það var búin til sérstakur bankar til þess að lána inn í þetta kerfi svo að það veri vernda fyrir sveiflum á fjármagnsmarkuðum. Það sem að ríkið hefur stutt húskaupendur í Noregi til þess að halda uppi þar að háu hlutfalli þeirra sem að búa í eigin húsnæði eru stjarnfræðilegar upphæðir sem hafa verið varðar í til þess að búa til það öryggi í samfélaginu að fólk sem eru með svona, við verðum ekki að tala um allra fátækustu eins og er hér sem er svona hugmyndum það að þeir sem hafa aðgang að félagslegu húsnæði séu kannski þau 4% sem hafa það allra verst. Heldur er þar kannski þriðjungur og allt upp í helmingurinn sem að nýtur öryggis sem hefur verið byggt upp af aðgerðu ríkisins. Hér er það litið á sem inngrip og viðskiptaráð kemst upp með það að vera með heilu kastljósstættina sína dellu hugmyndir að það sé einhvern veginn það sé ósanngjarnt og siðlaust að það sé verið að búa til eitthvað öryggi fyrir þá sem hafa lægstu tekjurnar á húsnæðismarkaði. Og kvarta til ESA meðal annars hafa sendt út kæru til ESA varandi opinbera stuðning við áhagnaðdrifin félög. En við getum horft til Þýskalands, við getum horft til Austurríkis, við getum horft til Bretlands, þar sem að er einhver félagslegur húsnæðismarkaður sem að veldur því að þegar fólk er með lága tekjur að það dúndrist ekki niður í fátækt og sé undirselt öðru fólki sem að vil græða á því. Að þetta hefur verið gert allstaðar í okkar heimsluta. En það er aldrei markaðri sem er gert það. En hérna lifum við bara með það að meiri hluti flokka á þingi bara bara fórnar leigjendum og altari mammons alla daga. Erum búin að fara við erum þó allavega eins og ég segi við erum búin að vera kláruða núna þennan 5 mánaða þingstöpp erum að fara inn í fyrsta heila þingveturinn okkar ríkisstjórnin og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn á að þessi hópur sem að leiðir þetta verkefni kom með tillögur, ekki bara sem að einhverja tillögur heldur ríkisstjórnin síni í verki raunverulega aðgerðir, bæði til skemmri og lengri tíma núna með haustinu og það verið í algjörum forgangi hjá ríkisstjórninni að taka á þessari stöðu og húsnæðismarkaði. Telur þetta að vera mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar? Ég hef alltaf talað húsnæðismálin vera mikilvægasta verkefni, ekki bara þessari ríkisstjórnar, heldur bara allra ríkisstjórna. Þetta hefur verið mér mikið hjartans mál og
Já, og þetta svona eins og Ástríða Guðmundar leynir sér ekki þegar hann talar leigumarkaðinn, að þá hef ég alltaf staðið með þeirra baráttu og hans baráttu og mun gera það áfram og nýju vettvangi auðvitað. En það mun ekki standa á mér að reyna að keyra þau og þær hugmyndir áfram eftir fremsta megni. Já, við horfum vonaraugum til þín og Já, sama, ég ger það líka. Já, vona besta. Treysti Ragnari betur en öllum öðrum til þess að leiða þetta. Já, en staðan samt alveg ómöguleg. Hún hrikaleg. Já, Guðmundur Hrafn Arngrímsson og Ragnar Þór Ingólfsson, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og Gunnar Smári, það dæmist á okkur að sitja hérna á Glengur. Já, komið eftir augnablik.